Ég vil nú meina það að Karvin hafi ekki tækkaði verðið því að við erum að flytja hann svo mikið út óvinnins, við erum ráefnis útflytjandi á hann. Svo það nú eitt vandamál. Og þetta fer í vinslur, niðurgreita vinslur til dæmis í Evrópusambandinu eða til Kína og þar þetta sprautað eða blandað öðrum tegundum og í sumum tilfellum og ég hef bara konkrétt dæmi það. Ég lét einu sinni fyrir nokkrum árum gera DNA-greiningu á svona karfaflökum í þýskum súpermörkuðum, kyrfilega merkt Íslandi, en þau hafðu verið framleidd í Kína og það var ekki nóg með þetta væri allt sprautað og hluta því stóð nú á umboðunum. Heldur við þetta blandað öðrum karfategundum eins og kanadíska stofninum og fleira sem kom út úr þessu og ekki gæðavara. Kristrún Frostadóttir, hvernig finnst þú að koma út svona sem leiðtogi síðustu dagana? Auðvitað höfum við verið að tala um að sjálfsmörk ríkisstjórnar og það er, maður finnst það sjálfsmark eftir sjálfsmark og það sem er auðvitað þegar virkilega þurfti að vera að búa til trúverðu og trausta umgjörðum efnaðarstjórn í landinu að þá er einhvern veginn tekið þetta útspil að hlaupa út í þessa Evrópusambandsumræðu og leið er verið að ganga frá furðulegum málum hér innanlands til þess að þjónka flokki fólksins og umræðunar inn á þingi eru nú bara dálítið undarleg ráðherra trillist að því við spurt afstöðuna til mála. Hvers konar umræða ég segi bara þær eru farnar á taugum. Sjáðu nú til dæmis Kristrúnu Frostadóttur, hún er farin að reiðast núna oftar ef hún er spurð eitthvað. Hún segir við blaðamann Morgunblaðsins, heyrðu, þú skalt spyrja svona, þetta er fréttin sem þú átt að vera að skrifa og eitthvað svona, 0% hagvöxtur á mann hjá síðustu ríkisstjórn, það er rátt, algjörlega, og hún er náttúrulega of ung, það er mín skoðun, hún er of ung og hefur ekkert í þar að gera Ingu og Þorgerði Katrínu. Ég ætla að fá nefnilega aðeins að koma við hana áfram, vegna þess að hún hefur engar stjórnunar reynslu. Hún stjórnendur sem byrja 35-40 ára. Þú er nú sérfræðingur í stjórnun. Já, ég hef skrifað mikið stjórnun alla mína tíð. Verið með námskeið á þeim. Já, meðal annars verið með námskeið í því hvernig þetta er og ég tel að Kristrún Frostadóttir, það sé að koma í ljós að hún hafði enga stjórnunarreynslu, hún var hagfræðingur kviku og ég segi það bara beint út, mér finnst það að vera að koma í ljós núna að henni raunverulegi forsætisráðherra á Íslandi er Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. En talandi gæði, Íslendingar byrja nú að frysta fisk út á sjó og selja hann inn á fish and chips staðinn í Bretlandi og þeim leist nú ekki á hann fyrst. Nei. Hann var svo ferskur. Þeir voru vanir hálsmannagönlur háefni sem kom þarna inn þegar menn voru að sigla og svoleiðis. Ég man eftir í þegar ég var í Bretlandi 1986-7 kornungur, þá fór ég á fish and chips og mér fannst þetta úldin fisk. Komið sæl og velkomin í hluthafaspjalli til okkar Sigurðar Más Jónssonar. Þetta verður fróðlegur þáttur hjá okkur að venju og hingað kemur góður gestur og eftir. Já, heyrðu, við ætlum að fá Ægir Pál Friðbertsson, forstjóra Iceland Seafood International. Já, Ice Seafood eins og þetta heitir. Og hann er nú komið til okkar áður og við ætlum að fara yfir bæði reksturinn hjá honum og líka stöðuna bara í sjávarútveginum. Hann er mannafróðastur sérstaklega markaðsviðskiptin, hvað við fáum fyrir fiskinn okkar á erlendum. Já, hvað verðið erlendis. Já, sem hefur verið gott og hann ætlar að fara yfir það hér. Já, það skiptir máli. Það er náttúrulega hlutir, við náttúrulega erum að horfa rauða núna Kauphöll og það er ljóst að hún lækkaði morgun. Það sagði við mig maður að miðlararnir þeir gengjum grátandi þess að dagana. Miðlar að ganga grátandi og þeir voru í jafnslæmi ástandi og bara veitingamenn þeir eru bara í sama ástandi en þetta er án gríns þetta er ekki að teiknast upp vel núna. Það sem er í gangi er það að núna lækkaði þetta í morgun enn og aftur og fór gengið í Kauphöllinni er rúmlega 2600 og Kauphöllin hefur lækkað 8% á þessu ári
og Íslandsbanki lækkaði í morgun 4%. Já, það var aðalfundur í gær. Þú fórst á hann aðalfund. Komst ekki, það bara, ég var búin að skrá mig, þetta mikið kerfi, maður þarf að skrá sig inn og rafrætt og senda skilríki og svona, sem var lært ósvíkt út af fyrir sig, svo bara atvikaðist þannig að ég komst ekki. Ég nefnilega var einmitt að ræða það við fólk menn í gær. Að fulltrúi hluthafaskattsins yrði þarna og þarna maður má aldrei lofa miklu fyrirfram Jón. en þetta er auðvitað en þú ert með ákveðna fréttir samt sem áður vegna þess að stærsti hluthafinn í Íslandsbanka hann hefur verið að selja sig þann út. Já, þeir hafa verið að fara út og mér fannst athyglisvert, ég var aðeins að tala við þetta viðtal sem Jón Guðni Ómarsson, bankastjóri Íslandsbanki var í viðskiptablaðinu. Það sem hann svolítið að velta fyrir sér samsetningu hluthafana og meðal annars af því að hvað heitir þessi Capital Group sem að sjóðastýringafélagi sem hefur verið að selja sig niður undanfarið. Þeir hafa metið það svo að þeir vildu fara út og þá samsetningin svona þetta er alltaf athyglisverð vegna þess að hluthafahópurinn þarna eru 25.000 eftir og það eru 40% lífeyrissjóður og 30% almenningur og þannig að innlendur og erlendir fagfjárfestar skipta þessum 30% sem eftir eru og hann þetta er svona ásættaleg blanda lífeyrissjóður eru þarna í 40% sem eru kannski undirvikt með það sem eru í Arion og almennt í Kauphöllinni. Cirka með 40, kannski 40-45. En allavega hann að tala og ég skilja þannig að það verður svona aktív vinna hjá Íslandsbanka við að kynna bankan fyrir fjárfestum og það þetta athyglisvert út af fyrir síðan því að þetta er náttúrulega stærsta fyrirtækið í Kauphöllinni. Og þannig að það er athyglisvert út af fyrir. Já, þetta er stærsti bankin vegna þess að JBT Marel er með stærsti í markaðsvirði. Í markaðsvirði. Nú Alvotek var í öðru sæti og þar eru náttúrulega hafa verið mjög erfið tímar og reyndar og örugglega ljóst að það eru margir hluthafar í Íslandi sem eru búin að tapa á viðskiptum í Alvotek. Það voru ansi margir sem fóru inn svona talsvert að mikilli bjartsýni. Félagi var á hærra gengi. Já, ég meina þegar við byrjuðum að tala saman, þetta 6050 þáttur hjá okkur. Heldur betur. Þegar við byrjuðum að tala saman fyrir 1,5 ári síðan. Það voru þetta mikla væntingar til Alvotex, við fundum það. Fjórða stóðin jafnvel? Já, eitt og sér. Félagið það eitt og sér. Já, hugsaður. Og þannig að það gefur verulega á hjá félaginu núna og það við vonum að menn ná sannarlega því að það eiga margir undir ekki bara hluthafar heldur líka Íslands bara viðskipta hagkerfi sem á mikið undir að þessu félagi farnist vel. En þetta auðvitað búið að vera dálítið áskorun og mér finnst líka að félagi og það er svona gamlar umkvartar í okkur að félagi þessari stöðu, það þurfa að útskýra betur stöðu sína. Já, og hvert leiðin liggur. Þannig að mönnum finnst ekki eins og þau séu að fara í felur með vonda stöðu. Það er einn liður í þessu og það þarf að útskýra hvað er framöndu, hvað hefur farið misfarist, það er eitthvað sem það vantar náttúrulega leifin þarna úti svo kom nú upp eitthvað mikl, hvað var það sem var þarna uppi? Var ekki eitthvað fréttur það væri verið sett út á húsnæðið? Bandaríska lyfjaeftirlitið er gríðarlega strangt. Já, en þegar það eru samt vonur það að þeir verður komnir með 5 líftæknilyf eru með 2 núna, ég held að þessi vonur það að þeir verður komnir með 5 líftæknilyf í undir lok árs. Nú ég hafði samband við Róbert Westman daginn, hann var þá komin til London og ég ætlaði nú að fá hann hingað í þáttinn og hann tók svo ágætlega bara í því ég var aðeins svo seinn, hann var hér í nokkra daga en það þetta fylsta ástæð til þess, hann náttúrulega breytast úr, hann ekki lengur forstjóri, hann að verða þessi starfandi stjórnarforma. Það er bandarísk kona sem að koma þetta eins sem forstjóri. Já, við rættum það nú hérna í haust og vangaveltur hvort að tengdist í að svona fá betra veður gagvart Trump-stjórninni þegar þeir snúa sér að lyfjafyrirtækjum. Já, en það sem í gangi og þá þetta, það eru vonbrigði þar auðvitað. Það nú, gengi Íslandsbanka fór upp í 150 og
og það í aðdraganda sko kosninga í bankanum eða aðalfundar eða hluthafafundarins sem var óskað eftir. Heiðar Guðjónsson var kosinn og það líkur ljóst fyrir að það kom upp ákveðin spenna þar úr 150 núna niður í 132 í morgun, engar síður mjög gott gengi og hérna við munum bara fá Jón Guðna hérna við tækifæri til okkar og hann mun þá fara yfir þessi mál, en þetta ákveðin samt vísbending það ef að stærsti hluthafi eða þessi erlendi stórfjárfestir fer úr bankanum og lífeyrissjóðirnir hafa fyrst og fremst verið að kaupa af þessum fjárfesti og hvers vegna hann að fara, það kannski vegna þess að ríkið farið úr bankanum, hann lítur á það sem eitthvað veikleikamarki, ég veit það ekki, ekki bara innleys ákveðin hagna og góðu verði. Já, ég meina aðstæður hjá þessum aðilum geta breyst líka. Þeir eru að færa sig á milli markaðsvæða. Landa og hagkerfa. Svo má kannski ekki gleyma því að það náttúrulega búið að vera náttúrulega mikil umræða núna efnahagsmálin í heild sinni. Við búum náttúrulega við 5,2% verðbólgu, hærri stýrivexti, hagkerfi sem svona hagkerfi skattahækkana. Hagkerfi reglugerða, hagkerfi sem alltaf vill fara inn í ESB og með allar reglugerði, þú veist ekki nema að þetta fæli líka frá. Já, við erum komin í svolítið skrítið á þessu. Ég tók saman akkurat það sem við vorum að segja. Við vorum með þátt hérna 20. mars fyrir árið síðan. Já. Og þá vorum við einmitt að ræða. Seðlabankinn hafði þá byrt stýrivaxta ákvörðun sína í þeirri viku eins og núna og þá var 25 púnta lækkun eins og flestir höfðu spáð þá. Já. Og þá virtist sko menn bara almennt trúa þeirra á að hagkerfi var að fara í svona bara mjúka lendingu. Já. Og við vorum að velta fyrir sig hvernig hagkerfi og Seðlabankinn myndi reiða og þá var verðbólgan 4,2%. Það hafði ekki verið minni í 4 ár. Nú erum við komin í 5,2% verðbólgu. Og jafnvel stefnir í meira. Já, og nú er bara aðila vinnumarkaðinins vera að hnykla vöðvana. Ég sá í Kastljósinu í gær og þar var mætt Halla Gunnarsdóttir frá VFR. Mér finnst hún nú ekki mjög samfærandi reyndar. Nei, sko það var alltaf hún svolítið herská, það ekki? Jó, samtalið var nú samt betra en ég átti vona, ef ég segi eins og og þar var sko auðvitað verða menna það átta sig allir á að hvað erfitt ef við förum að missa verðbólguna úr böndunum og það eru hverjir fara vest út úr því? Það eru auðvitað láglauna fólki sem hefur lægstu tekjurnar og með lán og skuldir. Já. Þannig að nú reynir kannski bara fram til hausins þegar samningarnir fara á fullt og við erum með þessa kosningu í miðju kafi þar á ekki. Nú reynir bara verulega á hagstjórn vegna þess að ég sé bara ekki annað en að ríki verði virkilega komið inn í þær viðræður til þess að róa vinnumarkaðinn til þess að takast á við það að við séum ekki að fara í einhvern höfrungahlaup sem að því það bara verðbólgan sé að fara bara alvarlega á stað. Hefðbundi höfrungar. Já, ferli sem við þekkjum öll. Já, bara víxlverkanir, launa og verðlags. Já. Hvað segir K. Frost, Kristrún Frostadóttir? Hvernig finnst þú að koma út svona sem leiðtogi síðustu dagana? Já, sko, auðvitað höfum við verið að tala að sko sjálfsmörk ríkisstjórnar og maður finnst það sjálfsmark eftir sjálfsmark og það sem auðvitað, þegar virkilega þurfti að vera að búa til trúverðu og trausta umgjörðum efnaðarstjórn í landinu, að þá einhvern veginn tekið þetta útspil að hlaupa út í þessa Evrópusambandsumræðu og leið verið að ganga frá furðulegum málum hér innanlands til þess að þjónka flokki fólksins. Og umræðunar inn á þingi nú bara dálítið undarlega. Ráðherra tryllist að því spurt afstöðuna til mála. Hvers konar umræð ég segi bara þær eru farnar á taugum. Sjáðu nú til dæmis Kristrúnu Frostadóttur. Hún farin að reiðast núna oftar ef hún spurði mig eitthvað. Hún segir við blaðamann Morgunblaðsins, heyrðu, þú skalt spyrja svona, þetta fréttin sem þú átt að vera að skrifa og eitthvað svona, 0% hagvöxtur á mann hjá síðustu ríkisstjórn. Það ránt. Já. Algjörlega.
og hún náttúrulega of ung, það mín skoðun. Hún of ung og hefur ekkert í þar að gera Ingu og Þorgerði Katrínu. Ég ætla að fá nefnilega aðeins að koma við hana áfram vegna þess að hún hefur engar stjórnunar reynslu. Hún stjórnendur sem byrja 35-40 ára. Þú nú sérfræðingur í stjórnun. Já, ég hef skrifað mikið stjórnun alltaf mína tíð. Við erum með námskeið á þeim. Já, meðal annars við erum með námskeið í því hvernig þetta og ég tel að Kristrún Frostadóttir það sé að koma í ljós að hún hafði enga stjórnunarreynslu, hún var hagfræðingur kviku og ég segi það bara beint út, mér finnst það að vera að koma í ljós núna að henni raunverulegi forsætisráðherra á Íslandi Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og mér finnst að þær tvær taktu eftir því að Kristrún Frostadóttir hún lítur alltaf á Þorgerði og ég ætla líka að fá að segja það bara beint út hér að Viðreisn sem flokkur sem var algjörlega settur utan ESB, hann var stofnaður í kringum inngöngu í ESB og að sækjum ESB, hann fekk 15,9% í síðustu kosningum, hann komið niður í 10-11 núna samkvæmt könnunum Gallup, hann við farið niður, samir að segja flokk fólksins. Ég ætla bara að fá að segja það, hvernig í ósköpunum gat það gerst að flokkur með 15-16% fylgi í síðustu kosningum, þar sem allt gengur út á ESB, að hann skuli ekki, hann skuli komast upp með það, að það sé bara eitthvað hraðferð núna spurt ESB núna í sumar, margt bendir til þess að viðræður séu bara þegar hafnar og það sé verið að búið að gefa signalum þetta og síðan kemur með Ingu Sæland sem vill ekki segja okkur og gefa upp hvernig hann ætlar að kjósa í sumar samþykki fyrir þessu en málið það að atvinnulífið, samtök atvinnulífsins, samtök iðnaðarins með þessu atvinnulífið vill ekki fara þarna inn og ef að til dæmis fjárfestir sem horfir á hagkerfið þar sem allt í henni svona skattagleði, skattahækkanir verið að pikka í og svona nú agnúast út í atvinnulífið, auka ríkisútgjöld og þá þurfti að hækka skattamóti. Einhvern veginn komin í reglugerð úr þetta fyrkt í fiskveiðikerfinu, ESB mikið reglugerðarsamfélag og allt það. Ég held að hinn venjulegi íslenski litli hluthafi hann bara getur líka farið að spyrja sig að því, býtu á ég að fara bara annað, á ég að fara yfir til Bandaríkjana, á ég að fara yfir til Evrópu eða hvert á ég að fara, á ég að fara að vera með mín bréf í erlendum kaupöllum, frekar heldur en hérna og það ekki bara þá þessir, mér finnst þetta að vera signal ákveði merki í Íslandsbanka og ég spyr mig að því núna á þessari stundu, hvort að litli hluthafinn á Íslandi hvort hann getur vel verið að hann fari bara að gera eins og stóri hluthafinn í Íslandsbanka, hann fari að skoða aðra markaði. Já, við höfum náttúrulega séð að krónan hefur í gegnum þetta ferli núna í langan tíma verið mjög sterk, eða stöðu skulum við segja. Hún bara búin að vera mjög stöðu. Við erum stöðu, þannig að þegar menn eru að gagnrýna gjaldmiðlinn þá getum við ekki hort fram því að krónan hefur verið stöðu. 3 ár, Sigurður, í 3 ár. Já, og 3-4 ár. Já, og farið í gegnum ýmislegt en reynstöðu og það er kannski það sem Seðlabankinn hefur verið að gera hvað best, að styðja við krónuna. En við auðvitað, það er auðvitað rosalega vonbrigði að við séum að færast, maður finnst að viku eftir viku séum við að þróast inn í erfiðar og erfiðari stöðu og stjórnvöld virðast einhvern veginn vera algjörlega ignorant þetta. Ég svo sammála. Ég segi það hvenær sem menn ætluðu að horfa á þetta til Evrópusambandsins, þá er þetta bara ekki góður tími. Alls ekki. Og röksemdirnar sem verið að beita núna, sem eru svona einhverja geopolítíska einu sinni var það efnahagsrök og eins og þú varst að benda á, menn gerðu það er því kalt efnahagslegt mat að fara inn í Evrópusambandi og þeim tíma þegar þú veist að nefna samtöku iðnaðarins, þar var meiri hluti á samtöku iðnaðarins en nú hefur það breyst. Þetta kalda efnahagslega mat er ekki til staðar, þannig að við höfum það er svo lítill hagvöxtur það er svo lítið að gerast og svo er þessi hókus hagfræði, það er verið að reyna að selja fólki þá hugmynd að þetta sé bara hókus við förum
þarna inn í Evrópusambandi það er bara eins og skuldir hverfi, vextir verði það sé bara hagvöxtur rjúki upp, allir hafi mikla atvinnu og húsnæðisverð, þú bara greiði það niður á nóinu það allt í nú bara, og það bara virðist vera hópur fólks hér á Íslandi sem trúir þessar hagfræði. Það kannski vonbrigðin, Jón, og þetta veit maður, sko, að Evrópusambandssaðild mjög erfitt umræðumál vegna þess að auðvitað þetta snýst um fullveldi og við vitum það þess verður ekki breytt þegar menn eru komnir þarna inn einu sinni því verður ekki breytt, þannig að þetta er mjög afdrifarík og stór ákvörðun fyrir okkar samfélag að gera það og þess vegna var ég að segja á öllum tíma til þess að fara að ræða þetta, þá finnst mér þetta mjög slæmur tími og jafnvel þó að menn séu að hafa áhyggjur af því að sé að teiknast upp einhver tollalandslæði eitthvað slíkt, þá höfum við ýmist tækifæri til að sigla þar lignarsjó, við höfum marga samninga í gangi sem við höfum að framleiða verðmætar vörur, við höfum auðlindir, við höfum mikið af flottum fyrirtækjum. Við erum bara að ræða það hér í Kauphöllinni að þau flest fyrirtækjum voru fyrir nokkrum mánuðum síðan verulega vanmettir í Kauphöllinni. Já, ég held að við höfum séð, ef sko að hefði tekist að halda þessu markmiði, að lækka verðbólgu sem að ríkisstjórnin átti að gera. Hún átti að halda utan það og þá hefðu séð lækkur á stýrivöxtum og við höfum séð þrótt meira atvinnulíf og þar að leita betri Kauphöll. En þessi framtíð virðist hafa siglt fram hjá okkur og það er á vakt þessara ríkisstjórnar. Ég tel að það sé, ég nefndi það nú við hérna fyrir þáttin, sko, hversu lifir þessi ríkisstjórn af bara tímabili, kjörtímabili. Ég fer að spyrja mig að því, ég held að þetta séu mjög ólíki flokkar, flokkur fólksins, hann mun svona þurfa eitthvað. Flokkar ríkisstjórnir eru náttúrulega erfið. Alltaf erfið. Heyrðu, en kannski eitt í svona vegna þess að við langar að segja þið frá því að hafði samband við með maður endurskoðandi og hann nefndi við mig að við ættum, hann er virkur hlustandi á þennan þátt. Já, við fáum nú alltaf svolítið ábendingum og hann segist það var mjög gaman að þessu spjallokkur, þá við segjum nú bara sjálfur frá og það sem ég vildi kannski segja við þig og hann segir svona, Jón, til Sigurður ættum nú kannski aðeins að skoða þessa sölu sínar á fjölmiðla Við vorum svolítið hiss á verðinu. Já, og hann er mjög hiss á verðinu. Verðið er með 5 miljardar og hann segir hvað er í rauninni hann segir, þetta er ekki allt og hátt vegna þess að þú varst rétt í þess að segja núna að verðið á markanum er frekar lágt og í Kauphöllinni á verð fyrirtækja og þegar svo þá ertu að tala kaupendamarkað en þarna allt í henni finnst honum að þegar það kaupendamarkaður að Síminn sé að kaupa Bylgjuna, Vísi.is og útvarpsmiðlana þennan fjölmiðlahluta, ekki sjónvarpið Stöð 2 á of háu verði og hann hafði farið aðeins ofan í þetta og hann að tala það sko að fjölmiðlarekstur sínar, þetta bara unnið upp á ársreikningi sínar að fjölmiðlareksturinn sé með cirka 9,5 milljarða og hann að tala það sko að gjöldin þarna séu 7,1 milljardur og þá fæst ykkur ægilega góð EBITDA en hann að tala það að þarna sé líka mikill sýningaréttur sem þurfi að afskrifa. Það snýst svolítið hvernig sýningarétturinn meðhöndlaður í bókum félagsins, ekki? Já, sko, þegar þú byrjar á því að... Þú meiri endurskoðandi Jón, það ekki? Þú byrjar á því að eggfæra sýningarétt og svo afskrifar hann... Þá gerur samningin þá eggfæri hann, gjaldfæri fyrst árið, en ef þetta sýningaréttur til 2-3 ára, þá afskrifa ég helst þennan rétt. Það kom fram á fjárfestakynningu hjá Sín, ekki alls fyrir löngu, að ég held að kaupverðið á enska boltanum hafi verið 3-4 miljardar og það sem ég bara að segja það að við skulum fylgjast aðeins með Símanum núna á næstunni vegna þess að hann telur að þetta muni verða og hann finnst skrítið að Síminn sé að bjarga Sín með þetta og hann telur að ef þú ert með 5 milljarða kaupverð
og við fórum í gegnum það í símtali að þá náttúrulega ef þú ert bara með vaffhá hlutfall, þetta að vísu enterprise sem merkir það þá að það eru ykkur skuldi líka, en það er líka borga skuldum þegar það verið að meta yfirtökur á fyrirtækjum, en tökum bara 5 miljardana, þarna þarf í rauninni, sýndist okkur að Síminn þarf að fá út úr þessu cirka svona 500 milljónir í hagnað út úr þessu hluta þegar hann komin þegar hann komið þangað og til þess að réttlæta það og að það styrki markaðsvirði Símans og hans í spjall okkar í gær þá segir hann við mig eitthvað á þessa leið að hann telji þess að þarna þetta getur bara verið að nota orðið eina sölum ársins hins vegar á eftir að samþykja þetta og það getur vel verið en þetta bara mjög athyglisvert þú nefndir síðast þegar við ræddum þetta ansi hátt fyrir vísi.is, já.is og útastöðu svo speglast það kannski í markaðsvirði sínar í dag þetta nánast eins og markaðsvirði sínar sem að kannski svolítið absúrt Nei, það er svo skemmtilega absúrt að markaðsvirði sé svipað á þessi tala þarna Það sýnir kannski hvað sín hefur átt við erfiðleikastýrið þannig þetta góð, ég held að þetta sé góður niðurstað fyrir sín og þó við vitum ekki hvað verður sjónvarpsreksturinn en Síminn á eftir að sína hvað hann ætlar að fá út úr þessu hann þarf að sína spilinu og hvað hann ætlar að fá út úr þessu Heyrðu það, gestur okkar er komin í hús Ok, gerum smáli, takk Já, komið sæl aftur til okkar er komin góðu gestur Ægir Páll Friðbertsson, forstjóri Iceland Seafood International Ægir hefur nú verið hjá okkur áður og þetta er auðvitað merkilegt fyrirtæki sem hann er að stýra sem að hefur svona gamalgrófið sölu og markaðsfyrirtæki fyrir íslenska sjávarafurðir og ég heldur mér svo óvægt að segja að enginn svona hafi betri innsýn eða nánd við sölu og markaðshorfur íslenskra sjávarafurða eins og hann. Vertu velkomin Ægir. Takk fyrir það. Velkomin og gaman að fá því þáttinn. Takk fyrir að bjóða mér. Já. Og það er fín myndaðir hérna með þér á bakgrunn. Þú varst að mitt að ræða hana hérna á þann. Mjög góð. Hannaði með hana. Hérna, hvað erum við að fá fyrir fiskinn okkar núna? Ef ég bara orðaði þannig. Hvernig gengur svona á mörkuðum hjá okkur núna? Staðan á mörkuðum er almennt mjög góð. Og fyrir hvítfisk er hún sérstaklega góð og það sem veldur mestu í því er bara minna framboð og það er svo sérstakt að Ísland eitt og sér er það stærsta er það land sem hefur mesta framboð af þorski í dag eftir niðurskurðin á kvóta í Barentshafinu og staðan er einfallega þannig að við eigum bara ekki nóga þorski fyrir alla okkar viðskiptavini einu sinni. Hvað þá fyrir markaðin í heilsinni. Þannig að verð á hvítfiska afurðum hefur hækkað mjög mikið á síðustu, við getum sagt 12-15 mánuðum. En enn og aftur það skýrist fyrst og fremst að minna framboði og þessu mikla niðurskurði í Barentshafi. Þannig að staðan á mörkuðunum er góð. Og það má segja að eiga sama við uppsjáafurðindar, kannski hefur helst verið hægt í síldinni, en þegar það lá fyrir að makrílkvótinn væri skorið niður þá var fyrir sér vöntun það líka. En þessi góðu markaðsaðstæður, hvernig sérum fyrir það er náttúrulega alltaf erfitt að rýna í framtíðin en ertu bjartsýn á þetta verði svona miðað við þær aðstæður sem er að valda þessu heldur þetta verði svona að við bara fáum það fyrir það sem við veiðum og við fáum bara mjög gott verð fyrir það? Já, áhættan er svo að okkar viðskiptavinir fá ekki vörur. Það er ein áhættan að þeim fá ekki vörurnar og geti þar alveg ekki boðið upp á vörurnar áfram. Þá snúa viðskiptavinirnir sér annað. En eins og þetta þróast undanfarið, þeir sem hafa fengið vörurnar, þar hefur neyslan haldið. Þannig að hún hefur gefið eftir eins og Spáni og þessum stóru þorsklöndum. Hún hefur lítið ennþá gefið eftir í Bandaríkjónum. Neyslan á hvítfiskafurum. Bretland hefur verið mjög sterkt.
Þannig að mest áhættan það á að það mun væntanlega gerast á þessu ári. Það eru ekki allir þeir aðilar sem eru vanir að kaupa og nota fisk. Þeir mun einfallega ekki fá fisk af því að verður ekki boðið fyrir alla. Og þá mun markaðurinn skreppa saman og ná einhverstað jafnvægi. En ekki meira en í þorsk. En það er ekki þorsk, hann fyrir í aðra tegundir. Já, hann fyrir í aðra tegundir eða bara annað prótein. Já. Það er það sem gerist. Og það er auðvitað áhættan, svo þegar kvótin eykst aftur, að þá mun taka einhver tíma að stækka markaðin aftur. En ég held við getum alveg sagt, umhverfi almennt fyrir sjávarúti í dag og útlitið mjög gott. Og við erum nýjafstæðin loðnuvertíð sem heppnast mjög vel, bæði tekst að vinna mikið í verðmætari afurðir. Það er svo einstakt að við búum bara við einstaka veðurblíðu, það er eiginlega enga brælur, menn við sem bræla í dag, það er búið með kvótan og það er búið að veiða núna 89.000 tonn á loðnu sem ég var bara í febrúar. Já, það er búið. Nú þegar hann að klárast, hvað var mikið loðna sem kom upp, var það 150? Já, 150-60. Og svo ertu með hrognin. Já. Er það ekki ennþá Japan langsterkasti markaðurinn þar? Jú, það er, ef við getum sagt, Asía hefur borgað hæstu verðin. Já. Og nýtir þetta þar áfram í Masako og það er auðvitað alveg bara, ég ætla að nefna ykkur bara eitt svona dæmi með þetta sem ég var að segja á það með þorskinn, ef það er ekki framboð vörunni, þá snýr kaupandi sér annað og þetta er bara dæmi sem ég lenti í sjálfur fyrir 3 árum síðan, þá var ekki búið að loðnuvertíð og ekkert framboð að loðnurhrognum. Það gerist þá að þessi loðnurhrognum er meira og minna notuð í Masako, að það var ákveðið fyrirtæki sem ég var að vinna með, það hélt að væri ekkert mál að framlega Masako. Allir þeirra viðskiptavinni sem voru meira minn í Bandaríkjónum vantaði Masako. Þeir keyptu loðnurhogn, fóru svo út að hitta viðskiptavinnina og þeir vildi ekkert kaupa. Þeir voru einfallega að nota annað á súsíbitana. Það var fræ og fleira. Og þá tekur það tíma, það tekur langan tíma því að ná markanum tilbaka. En núna, þetta raðaðist mjög vel upp þannig að hrognatakan tókst vel og ef ég skilur rétt, bara gæði hráefninsins voru tínd upp úr sjónum á besta tíma. En söluna eins og til dæmis á hrognunum, það er gott. Þið eru að fá gott verð fyrir það. Já, það er náttúrulega ekki búið að klára það er nýbúin vertíðin þá er þetta að klára verðin og þess áttar bæði á Japans væntanlega hrygnunni og hrognunum en við getum nú ég hef nú verið í nokkra loðnuvertíðir, var fyrst í Ísfélaginu nokkrar og síðan í Brim þannig að ég held svona öll utan á komandi skilir á þessari vertíð að verið mjög góð og við tala nú bara veðrið ein bræla getur bara eyðilagt svona vertíð þegar það fer að líða langt á hana þannig að ég held hún hafi eins og þú sagði lagst upp mjög vel og bara það að við fengum vertíð mun gera það verkum að þessi markaðir verða betri í framhaldinu þeir fá vöruna sem skiptir máli. Hvernig skiptist þetta á þessi markaðir? Hvað seljum við mikið af sjávarafurðum til Evrópu og svo aftur versus Bandaríkjunum? Nú kannski Bandaríkin eru nú ekki mjög stór Voru ykkur stór í gamla dag? Jú, þau voru stærri. Þau eru alveg, það er vel borgandi markaður og mikilvæg markaður fyrir okkur góði viðskiptavinir. En neysla á sjávarafurðum í Bandaríkjunum kannski ekki mjög eitthvað kannski? Nei, hún hefur verið nokkuð stöðug en þeir hafi ekkert verið mjög stórir í því. Ég get alveg sagt minnst ástu fyrir einhverjum árum síðan þá var það þannig að Bandaríkin voru að neita svipamax og spátn eitt á sér. Þannig að við getum sagt að neyslan í Bandaríkjónum per
mann var 1/4 af því sem hún var á Spáni. Það sem bara hamborgar og kjúklingar þarna. Það kjúklingurinn við það og fleira en samt neyslan hefur verið stöðu og það gott. Við sjáum verðið hækka og neyslan samt haldi stöðu. Það þetta það sem við viljum sjá. Við viljum fá fleiri dollara fyrir kílóið en samt að halda sölu. Hvað erum við að selja langmest til Evrópu? Já, langmest og þessir gömlu góðu markaðir eins og Suður-Evrópa og eins og Bretland og Frakland náttúrulega. Þetta eru bara okkar stærstu markaðir og verðmætustu markaðir. Breski markaðurinn þrátt fyrir þrengingar og útgöngur Evrópusambandinu og margir spáðu hruni þá held ég að markaðurinn hafa aldrei verið sterkari sko. Nei. Og þessi fish and chips markaður hvernig hann? Kaupa mikið af frosnum sjófristum flökum í, hann bara mjög sterkur og stöðugur. Þetta náttúrulega hálfgerður þjóðaréttur þeirra. Og það sem ég nefndi áðan þessi niðurskurður í þorskkvóta hann síðan veldu því að menn þeir sem fá ekki þorsk en halda sig í fisknum þeir fara að kaupa kannski aðra tegundur eins og ufsa og ísu í auknum mæli og það styrki verði á þeim tegundum. Þannig að árferðið gott, ég get ekki sagt það. Segðu mér hérna, nú framönda mikil uppbygging í fiskeldi á Íslandi, hefur verið það í sjóeldinu og landeldi framöndan. Eru þið hjá Iceland Seafood, eru þið að koma þar inn? Sko við vinnum á síðast ári sem nefnir tæpum 7.000 tonnum af laxi. Við erum með verksmiðju í Dublin, Ocean Path, sem mjög stóri í laxi og vinnur yfir 4.000 tonn. Svo erum við með verksmiðju í Madrid sem mest í reikhús og svona inn á gæða, hvað ég var að segja, svona verðmeiri hlutamarkaðarins, rekum búðir í Elkhort Englisbúðunum á Spáni. Þannig að við höfum verið, sko á síðast ári var laxinn að skila, eins og ég nú sagt á uppgjöfsfundi og fleira, tæpum 30% að EBIT-unni á okkur. Og þess að verksmiðju, við höfum verið að vinna þar. Og við höfum mikið áhuga á því að reyna fyrir okkur í því að selja okkar viðskiptavinum lax og ég sé tækifæri í því að selja hann og aðgreina hann þá sem íslenskan. En norski laxinn, hann aðgreindur sem norskur lax? Hann já, mjög norski fáninn á menn þurfa að ganga dálítið innbytti til leiksemmit í þessari markasókn og nota fánan og sérðu að þar séu nú eru þessar landheldi stöðvar stóru í byggingu og sumar með að segja komnar í einhverja framleiðslu. Þetta er mikil áskorun að fara að selja þetta. Við erum byrjaðir aðeins á samstagsverkefni í þessu og skulum segja bara mjóri mikið svísir. Þá erum við að selja það í Suður-Evrópu undir okkar vörumerki, sérstaklega merkt Icelandic. Sko. Iceland, var það ekki alltaf the fresh fish eða hvað var þetta þekkt að vörumerki? Icelandic, það Nei, það var sem sagt annars vegar var sambandið út í Samband of Iceland og svo var sölumistur Hafriðsstúr. Þetta var svona þegar Róbert Guðfinnsson og allt þetta var. Nei, en þá var þekkt vörumerki sem hét Iceland, var það bara best Icelandic. Icelandic. Já. Það var ekki það ekki það sem ríkið á núna? Best fish. Icelandic, ríkið á það vörumerki í dag. Já, það var eitthvað. Eftir það var niðurstaða einhverjum miklum Lífeyrissjóðni gáu ríkjunum vörumerkið og Íslandsstofa heldur utanum það. Já. Icelandic vörumerkið. Og já, ok, en það er eitthvað til að vinna með, það ekki? Það hefur gildi samkvæmt þessu. Ef þú ætlar að fara að sérgreina þetta frá norska að hafa það á íslenska. Hvað er það þá í þetta íslenska merki? Við seljum mikið þorski í Icelandic, í Icelandic brandi, sko. Já, ok. Eins og niður á Suður-Evrópu, mjög mikið léttsöldum þorski, sérstaklega. Hvernig aftur með
Síf var nú í gamla daga. Já, þá var verið að selja saltfisk hingað og þangað og síldina til Rússlands. Er til margar sögur á því þegar menn fór til Rússlands að selja. En hvað er Spánn og Portúgal ennþá öflugir markaðir í svona saltfiski? Já, mjög öflugir og mjög ríkt í þjóðarsálinni að borða saltfisk sérstaklega til dæmis í Portúgal. Og það nú ekki háar meðaltekjur í Portúgal en það sá markaður sem að borga mjög hátt verði í dag sko. Fyrir stóran fisk. Já, hann fastan núna, þetta páskana þannig. En að því hún nefnir síf sko, þá það náttúrulega þannig að Iceland Seafood rekur sögu sín aftur til 1932 þegar síf var stofnað. Það er upphafið. Það er upphafið. Og þá tóku menn ákvörðun að stofna síf vegna verðfalls á saltfiskafurðum og 1932 voru sjávarafurðir líklega 90% af útflutningstekjum Íslendinga og af því var flattur saltaði fiskur ef ég maður rétt 70%. Já, ég var nú þannig að þetta var lífið var saltfiskur og þeir stofnuðu síf til að bjarga verðmætum og standa saman í því að selja og semja verð skemmtileg saga og við Portúgalana og það var svo mikilvægt félagið að í fyrstu stjórnfélagsins sátu 2 bankastjórar til að passa upp og að þetta var í lífvænlega naktin og grein. En í ævisögu Einars Guðfinnssonar frá Bolungarvík segir það sko að þá var hann mikið í að salta og þeir þarna við Djúp og þar sérstaklega að tala árið 32 þegar þessi ákvörðun tekin að það hafi verið það ár sem hann var næst því að fara á hausinn og flestir verkendur þarna land allt. Þannig að þessu getið þær. Þannig að það var nú ekki ástæðulaus að menn ákveða að standa saman söluna. Svo fara menn náttúrulega sko stofna þarna sölumistu hraðfrystuhúsana. Það náttúrulega þegar að bara fyrir gegnum hagsöguna og söguna að það þá náttúrulega þegar að vinnslu aðferðin verður að frysta fisk til þess að koma honum inn í einhverja keðjur þarna úti í Bandaríkjunum og þarna byrjar sambandið og sölumistu hraðfrystuhúsana þegar það var nú tekist á milli þessara 2 blokka. Þá fannst manni alltaf sko að Bandaríkjamarkaður vera aðalmarkaðurinn í Íslandi. Já, hann hefur alveg verið mikilvægur fyrir okkur og fyrir ákveðnar afurðir og allt þá varu þessar frystu afurðir við vorum alltaf með vesmiður til þess að vinna áframvinna þetta inn í Bandaríkjunum. Nú erum við fyrst og næst að fara út með ferskan fisk. Neytandi vill ferskan. Við erum að fara með ferskan, við erum að selja aðeins frosi líka til Bandaríkjana en ég held ég geti sagt að langstærsti hluti af fiskmarkanum í Bandaríkjum fyrir hvítfisk unnið úr tvífrystur hráefni og stór hlut að þið kemur frá Kína. Þó að Bandaríkjamenn neyti, þetta þetta tölvöldna magn sem leita sjávarafurðum, þá held ég að flytja inn 90% sjávarafurða. Það að segja þó þeir veiði svo mikið sjálfur eins og Alaska, Ufsa og fleira, þeir selja hann heilan til Kína eða eitthvað í frekari vinnslu og svo kemur hann aftur inn í tvífrystur. Þeir eru meira og minna nýta tvífrystrafir í dag og þar töpum við í samkeppnin á sínum tíma. Hvað þýðir, getur útskýrt það fyrir okkur og hlustendum? Þegar sko, hvað hét hann hérna sem var forstuðum að fisk Grímur hérna í gamla daga sem var með fisk hérna rannsóknarstofnun Grímur Valdimarsson. Ég held sko, segðu okkur hver munurinn á að vera með tvífryst eða einfryst? Hvaða gæði þetta út þegar að tvífrystingin? Þú finnur það þegar þú borðar það. Já, þú finnur það sko, hann getur verið það og minna svona fiskibræð, en auðvitað það þannig, þá bara búið að fryst þýðan upp, vinnan og frystan aftur sko, þannig að hann auðvitað búin að fara í gegnum 2 svona vinnsluferli sko.
En ég held í dag með nútíma tækni geta menn á að geti skæðum út úr tvífrystur háefni ef það hugsað í báðum vinslustögum vel það, þá held ég að það sé alveg þetta tæknin að fara mikið fram í þessu. Jú. En ég man eftir því, sko, hvernig þessi fiskur unnin í dag? Þetta allt í einhverjum einingum, þetta allt í einhverjum litlum blokkum eða hvernig vilja menn fá stærðina? Það er auðvitað mikið lausfrist og auðvitað kosturinn það sem Bandaríkjamenn sáu á síðan tíma í þessari Kínaframleiðslu var það að bitarnir voru svolítið sniðnir að þeirra eins og þeir vildu hafa það á þess áttar sem við hefum kannski erfiðara með þannig þetta púsla saman að því mannsöndin kostar svo lítið þarna og gerði það kostaði svo lítið það byggist bara á því en ég held svona en talandi gæði sko Íslendingar byrja nú að frysta fisk út á sjó og selja hann inn á Fish and Chips staðinn í Bretlandi og þeim leist nú ekki á hann fyrst hann var svo feskur þeir voru vanir hálsmanna gamlur háefni sem kom þarna inn þegar menn voru að sigla og svo leis ég man eftir í þegar ég var í Bretlandi 1986 kornungur, þá hérna fór ég á Fish and Chips og mér fannst þetta úldin fisk. Varstu með Pétri Björns þarna? Nei, ég var bara á ferðalagi. Nei. Já, en nú koma þeir koma hingað til Íslands og eru að kenna fólki. Er það ekki rétt muna hjá mér að menn hafa komið í Grindavík þarna og verið að einhverjir frá Grimsby eða hvað þeir komu og það er bara allir grindvíkingar fór í röð og það var fisk í dagur. Já, það er aðili bara sem reku Fish and Chips staði í Bretlandi, sko. Já. Það er góðu matur þegar fiskurinn er fínn og þá er þetta mjög góðu matur hérna og rosa verðmætum markaði fyrir okkur, þetta er það grafið í þjóðarsálinn. Já. En ef við förum svona aðeins yfir þetta, það er sem sagt eins og staðan er núna, þá erum við að fá bara þá er fiskverð í hæstu hæðum vegna þess að framboðið er minna. Við erum fyrst og þá að tala þorskin. En svo sé ég það að hvítfiskinn því að minna framboð þorski hefur tógað aukiðu eftirspurnin eftir öðrum tegundum. En nú erum við nú sá ég einhvers staðar það að það er að veiðast meira af ýsu. Ég hef verið að lesa einhvers staðar það að það sé meiri ísa í kvótinn þar hefur vaxið undanfarið 2-3 ár og stofnin er bara nokkuð sterkur. Ég held að segja það annars veit maður aldrei hvað vísindamannunum við erum til dæmis eigum nú stóran hluta þorsk ufsakvótans eftir og hann hefur ekki veiðst undanfarið ár en ef þið lesið skýrslu Hafró þá segir Hafró að hann sé bara nokkuð sterkur en hann bara veiðist ekki. Hann finnst ekki. Hann er svo góður að fela sig. En nú er ég ekki að kasta en er það ekki rétt muna hjá mér að lífríki getur bara verið í svona stund. Það er kannski mitt þetta en hvað er með Ufsan? Var hann ekki seldu mikið til Þýskaland að sitja í Kanada? Jú, og þeir hafa keypt hann ennþá og hann er seldu til Þýskalands, Tyrklands og svo seljum við alltaf svolítið niður á Spáni af Ufsa? Já, og Kanaríum til dæmis, þeir eru mjög sterkur markaðu þar og þar fer hann í buffetin á hótelunum og skemmtiðarskipunum og þar borðið hann sem hvítfisk þegar ég er að borða þar er alltaf að gera sér gott þá borða þær Ufsa sig. En hvað með þetta eins og karfa? Ég man eftir því að það verður mikil átök þegar að ég held að mér segja Guðrún Lárusdóttir eða sem var þá í stálskipi ég held að hún hafi verið eina frumkvölunum að því að fara þarna alveg út við 200 mílutnar í gamla daga sko að veiða djúpkarfa eitthvað. Já, það var stofn En selst eitthvað að karfa í dag? Já. En það var stofn hérna á Reykjaneshrygg sem var nú sannarlega ofveitur, rússar sóttu mjög stíft í hann. Við höfðum kvóta þar og það var alveg mjög arsum veiði þar. En jú, karfinn hefur verið, en hann er kannski svo hvítfisktegund sem
við höfum séð minnsta breytingar af, sko. Áttu við þá? Bara verðbreytingar á það er bara alveg... Það hefur verið nokkuð stöðu, þannig hefur aðeins lífst núna. Hvert seljum við hann? Og við erum að selja hann inn á Þýskaland og Frakkland. Já, ok. Svo erum við að selja hann aðeins sjófrístan inn á Austur-Evrópu. Nei, fyrir ekki við inn á Asíu. En hérna, ég vil nú meina það að karfin hafi ekki tækkaði verið því að við erum að flytja hann svo mikið út óvinnins, við erum ráefnis útflytjandi á hann. Svo er það nú eitt vandamál. Og þetta fer í vinslur, niðurgreidda vinslur til dæmis í Evrópusambandinu eða til Kína og þar er þetta sprautað eða blandað öðrum tegundum og í sumum tilfellum og ég hef bara konkrétt dæmi það ég lét einu sinni fyrir nokkrum árum gera DNA-greiningu á svona karfaflökum í þýskum súpermörkuðum kyrfilega merkt Íslandi en þau hafðu verið framleidd í Kína og það var ekki nóg með að þetta væri allt sprautað og hluta því stóð nú á umbúðunum heldur við þetta blandað öðrum karfategundum eins og kanadíska stofninum og fleira sem kom út úr þessu og er ekki gæðavara. Þetta bregðast við? Gáttu þið bregðist við þessu? Ég held að sé bara þannig og hef nú gagnrýnt það í þessi aukni útflutningur á hráefni frá Íslandi. Þú nefndir það bara síðast og komst hingað. Ég hef haft áhyggjur af því töluverðan tíma að það muni bara rýra verðmæti sjávarafurða til lengri tíma litið. Það er stór mál. Já, mér finnst það. Það er ekki allir sammála mér í þessi sjávarútvegi, en þetta er mín skoðun og ég held að það sé hluta því að við höfum ekki náð karfanum út upp að við erum að stórum hlutar háefnis útflytjandi en kannski eitt svona þegar við erum að horfa yfir sviði og þið Iceland Seafood og við erum að tala um það byggir á þessum gamla merg þetta er rauninni, var það ekki þetta er síf, þetta er sambandi og þetta er sölumistur hafrjústur komið inn í eitthvað eitt kerfi en það var í þá daga þegar þessi samtök seldu, nú eru fyrirtækin sjálf í miklu meira að selja, er það ekki einu sér? Jú. Hvað til dæmis Iceland Seafood, hvað heldur að þið séu með stóran hluta núna af sölu á fiski frá Íslandi? Er ekki Samherji ennþá með allt sitt mál? Jú, og gera það mjög vel. Það er fullt aðeilum að gera það mjög vel ef er að selja sína afurði, sko. Þannig að ég bara þori ekki alveg að nefna prósentina núna. Ég hef ekki alveg uppfært, en við erum með stæstu, sko, í útflutningnum. Eða Ísfræs er stórt og það eru fleiri stóri í því og allt gott það að segja. En ég held, sko, að bara að þú nefnir að ég sé frá Iceland Seafood og svo ég tæki það nú framvarandi gagnrýni mín af óunnar hráefninu, sko, þá getum við alveg sett upp vinnslu á hvítfiski í Evrópu og við kaupum til dæmis frá Skotlandi hvítfisk og vinnum hann í Dublin, sko. Þannig að ég er ekki að tala þetta út frá, þetta að hagsmunir Iceland Seafood en hvað eru þið með margar verksmiðjur erlendis? Við erum raun og verið með 3 í sama félaginu í Írlandi, en það er eiginlega bara svona einingaskipt, sko. Er það ekki með eina verksmiðju í Bretlandi lengur? Nei, enga í Bretlandi. Er búin að selja hana þá? Mörg töpum á því. Já, alveg rétt, Bjarni Emmitt. Svo erum við með í Madrid og Barcelona, svo rekum við rækjuverksmiðju í Argentínu. Og fjárfestum það líka í 2 frystiskipum á síðast ári. Þannig að við erum tölvöld stórir í rækju út úr Argentínu. Hvað með rækju til dæmis hérna við á Íslandi? Það er mjög lítið af því. Er það eitthvað að selja? Lítið eftir að þeim stofni. Og þetta er mjög stór rækja. Mjög stór rækja og þú getur nú keypt hana hérna í búðum, sko. Ég held að Norðan fiskur sé að selja rækju frá Argentínu, argentíska rækju. Við erum að selja hann annars inn á Suður-Evrópu, heila, og hins vegar inn á Asíu, þar sem hún er, sko, þar sem hausinn er tekin af, og þetta er svona búkurinn,
og þegar kannski ég sé það þegar fengi súsi þá fáið svona stóra rækjustundum á mér finnst ekki varðið það sko og hérna og sporðurinn á henni þá gæti það vel verið rækja frá Argandi þannig að ég hveti til að prófa hann aftur ég vil helst að það sé búið en þá ætla ég að spyrja þig einu sem að er kannski stóra málið í þessu öllu það er virðiskeðjan já sko nú erum við farin að fullnýta hvern einasta bita eða á fiskinum en ég átti eins og samtal við mann í sjávarútvegi og hann hélt í fram að það væri 35% af virði fisksins verður ekki til í sjónum þetta verður til í sölunni það eru íslenskir sölumenn og tengslin við veitingastaðina og keðjurnar úti þar verður til gífurleg verðhækkun á fiskinum. Hvað telur þú að, ef þú setur þetta í samhengi við það að þessi virðiskeðja, hvar verður virðið til í fiskinum í þessari keðju? Já. Er það í góðu sölunetti? Já, þú veist, mikilvægi markaðir, ég er ekki að segja kannski sölumæður, þeir auðvitað, það er auðvitað eins og það þetta er ekki einsmanns verk, en mikilvægi markaðir eins og ég nefndi í Portúgal í Bretlandi og Bandaríkjónum og svona mikilvægi markaðir sem hafa þróast í margra ára skeið, það er náttúrulega þannig að þú getur ekki hlaupið inn einn daginn og selt og verið með vöru en ekki hindaginn og ég held að verðmætið liggur auðvitað í þessum mörkuðum og þessu tengsla neti sem þið eru með sölu neti það gerir það er það sem skilar okkur á endanum hærra verð og býr til eftirspurnina það er kannski líka að því að við gengunum gegnum svona ýmsar breytingar eins og saga félagsins sýnir og síðan náttúrulega hvernig meðhöndlunum var á þessu Icelandic vörumerki á tímabili með vissum svona ekki alveg það var eins og menn mistu sjónar á verðmætum þess þannig að þetta snýst náttúrulega að halda utanum og varðmeita sko þau sölu og markaðskerfi sem við höfum og það er náttúrulega ykkar verðmæti í raun og veru sem var horfir á fyrirtækið Við teljum okkur af að það sem við nýtum að mest niður í Suður-Evrópu, það er vörumerki Icelandic mjög þekkt. En við erum líka að selja aðra vörur í öðru vörumerki, það er ekki eingöngum. Og við notum það bara fyrir íslenskan fisk. Þeir selja líka fisk. Við erum til dæmis að nota fyrir Argentínu, rækjuna, sístar og við erum svo sem að kaupa fisk allstað frá, keyptum frá Rússlandi áður en þeir voru bannaðir og töluvert magn þaðan og höfum keypt frá Kanada Hvað hérna með smuguna, er hún bara búin eða hvað? Já, það var sami hana. Já, ég menna við erum bara ekki þar lengur. Nei. Og það var Þorskurinn í Barentshafinu nú líka. Já, og þar fengu við sko samning ákveðin kvóta í Barentshafinu en því miður er það þannig, það er svona gólf í þeim samning. Það er að þegar kvótin fyrir ákveðin magn, held að kvótin í Barentshafinu. Þá fáum við ekki neitt. Þá fáum við ekki neitt. Nei, okay. Og þeir stýra gólfinu? Nei, en það er komið niður fyrir gólfið, þannig að við hefum ekki fengið kvótan í, hvað ætla að sé, 2 ár, það minnst ást. Já. Er eitthvað að gerast svona í Bretlandi, er fiskurinn eitthvað miðinn í kringum Skotland, skotskir útgerðamenn hafa verið nú mjög ósáttir, en er eitthvað, hvernig eru fiskimiðin þar, eru þau eitthvað að taka við sér þetta? Ég held að ég þekki það ekki svona ástandi á þeim. En það er engin þorskur neitt þarna í Norðursjó eða eitthvað, það er engin þorskur. Nei, það er mjög lítið, hefur verið það sko. En ég nú ekki fylgst með alveg stöðunni á því sko. En hann er að koma upp í Kanada. Hann er að koma upp í Kanada? Já. Hvað myndir það þýða fyrir okkur? Ef að þeir verða mjög sterkir í þorski? Já, þeir seldu á síðan tíma svolítið til Bandaríkjanna sko, voru þar. En við erum að kaupa eins að þeim líka sko. Já, okay. Þannig að
Ég meina það bara fælst tækifæri í því. Þetta þá það er náttúrulega þarna í kringum Halifax, það svona sjávarbyggðir þar, þeir hafa nú verið svolítið með svona skelfisk og krabban og eitthvað. Mikið, þeir eru náttúrulega mjög stóri í krabban. Já, það hefur verið svolítið. Og veiðin, mann auðvitað að sjá hvernig það þróast, en veiðin í haust við Vest- og Grænland var betra en oft áður, sko. Já, ok. Og það er sannarlega annar stofn en. Já. Þannig að við erum bara, getum við sagt það hér svona þegar við erum kannski að klára, eitthvað sérstætt ekki? Nei, ég held að við séum bara að fara ágætlega yfir sölu og markaðshorfur á íslensku fiski. Ég held að hlustendur okkar verður nú talsveit næru það. Og við svo sem hefur ekki rætt sérstaklega félagið, við teljum að félagið hafi nú verið að skila bara góðri afkomu undanfarið, en sé kannski dálítið að njóti nú ekki athygli í kaupöllinni. Hvað segirðu það? Þið meðal fjárfesta Hvernig eru horfurnar hjá félaginu á þessu ári? Við gáum nú að átlúk fyrir þetta ár, sko, og það er markmiðið þar að ná aðeins betra afkomu en á síðast ári. Og ég held ég get alveg sagt, sko, félagið alveg hefur styrst og hefur alla burði til að eflast frekar, en það gerist ekkert nema með því bakbeini og bakhjall sem við höfum í íslenskum framleiðendum. Það er bara okkar styrkleiki. Þó við séum að gera eitthvað í lax eða Argentínu eða svona sem við getum auðvitað bætt við og styrt okkur út á markanum og allt það. Þá er íslensku fiskur og íslenski framleiðendur bakbein félagsins. Það er bara þetta að segja það. En sóknar tækifærin, svona ef við horfum að þau myndu þá verið það kannski meira að kaupa eitthvað erlendis og einhverjar. Já, og þetta auki frambóða laxi hérna frá Íslandi. Ég hef alveg trú á því að þetta laxeldi muni alveg komast á legg hérna á Íslandi. Það tekur kannski smá tíma. En erum við að tala, ertu þá núna að tala meira landeldið eða ertu ekki ennþá að tala, ertu ekki bara að tala bæði? Já, hér nú til dæmis Arnarlax og fleiri, eins og Austfjörðum hérna, Ég er bara að tala eldi í heildsinn. Það er spennandi tíma framöndan. Ég er samt, svo ég tæki það fram, ég hugsa að það tæki kannski smá lengri tíma að byggja það upp en svona sko, þetta er ekki eins og fjárfest í .com fyrirtæki eitthvað svoleiðis. Ég hugsa að þetta tæki eins leika. Það gervigreita fyrirtæki. Ég hugsa að þetta sé fjárfest að þurfa að smá þolinmæði sem ég heldur að við ágæta. Fólk þarf alltaf að borða. Heyrðu, við erum búin að fara vel yfir þetta. Hérna, takk bara mikið vel fyrir komin að Ægipall og hérna við bara þökkum fyrir í dag, er það ekki? Jú, frábært. Takk. Takk fyrir. Takk.